of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known, singing, Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Can you hear Hear the the sound of heaven, like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from His throne. There's a cries of adoration as men from every nation Oh, hallelujah. lift their voice to make His glory known, singing, Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Það segir í Biblíunni að við færum honum lofgjörða fólk. Þetta snýst ekki um að við finnum stemmingu, þetta snýst það að við erum að lofa hann sem ofar öllum öðrum. Og mér langar að biðja ykkur að rísa á fætur, lyfta til hans höndum þegar við syngjum þetta. Just rise and lift your hands to him and honor him. Give him reverence. Worship him. Við syngjum þetta einu sinni enn. Einu sinni tvisvar enn. Og leifum drottni að finna að við erum að heiðra. Við stöndum upp fyrir honum. We give him standing ovation. Við stöndum upp fyrir honum. Halleluja. Sem konungur alls. Halleluja. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. And we worship you. The elders and angels bow. Redeemed worship you now.
höndum til hans, þá langar mig að biðja einhvern bara að reyna í bæn og þakka Guð. Amen. Það er svo mikið að þakka Guði fyrir. Þökkum Guð. Þökkum Guð. Just thank Him. Amen. Thank Him for all the things He has done for us. And honor, worship. Hallelujah. Takk Jesus. Það eru forréttindi að biðja. Einhverju biðja upphátt. Og himneski Faðir, ég þakka þér elsku góði Guð fyrir allt það sem að þú hefur gert fyrir okkur frá. Himneski Faðir, hvernig þú áætlaði Jesú og gafst Jesú til að deyja á krossinu fyrir okkur. Og þú, þegar Jesú gengur upp til himna þá gefur hann okkur gjöfun af heilögum anda. Hann býr innra með okkur, Jesús býr innra með okkur. Og við þökkum þér fyrir þessu forréttindi að eiga þig að. Þú yndislegi góði Guð. Ó himneski Faðir, þú ert svo kærleiksríkur. Og við viljum þakka þér. Við viljum lofa þig. Við viljum tigna þig. Við viljum gefa þér allan heiður og allan dýrð því að þú áttar svo yndilega skilið að þú skulur horfa á mannin og vilja fæðast á meðal okkar til að endurleysa okkur til þín. Ég þakka þér fyrir þessa gjöf því að drottinn, þú einn hefur hugsað það, þú einn hefur planað það, þú hefur komið í framkvæmd drottinn og þú kallar á það þjóð til þess að elska þig og gefa þér alltaf dýrð og heiður og bara blessum drottinn í Jesú nafni. Við þökkum þér frá öllu okkar innra hjarta drottinn að tilbiðja þig, að elska þig af öllu sem í okkur býr drottinn, að gefa þér allan heiður og dýrð drottinn, að við erum svo blessuð að eiga þig. Ó drottinn, þú ert almáttugur Guð á himnum sem að vinnur í gegnum börnin þín hér á jörðu drottinn og ég bið þig að reisa þessa þjóð til þess að þekka þig og elska þig og gefa þér á vald drottinn í Jesú nafni. Ó drottinn minn og Guð, hver blessuð við erum að eiga þig að drottinn. Þú ert allt sem við þurfum og þráum að gera vilja þinn í Jesú nafni. Það er ein ritning sem við langar að við förum með saman, hún er í Sálmi 125, Psalm 125 og það segir í versi 3: Veldisbroti guðleysisins skal ekki hvíla á landi réttlátra. Vil ég segja með mér, veldisbroti guðleysisins skal ekki hvíla á landi réttlátra. Amen, eins og enn. Veldisbroti guðleysisins skal ekki hvíla á landi réttlátra. Það þýðir það að tíðarandinn stjórnar ekki mér eða þér. The spirit of the world is not ruling over me or you. We have another. Það er annar sem stjórnar lífi okkar. Hann er drottinn. Halleluja. Við skulum gefa honum klappból. Halleluja. Gefum honum klappból. Hann er verður að vera lofaður. Já, drottinn. Við bara lofum þig. Lofum þig. Lofum þig. Þú ert verður. Drottinn, við komum saman í húsið þitt til að lofa þig. Við komum saman í húsið þitt til að lofa þig. Halleluja. Blessað sé þitt nafn, drottinn. Hátt upp hafið er þitt nafn. Amen. Já, amen. Halleluja. Að munni barna og brjóstmylkinga hefur þú gjört hér víg. Halleluja. Og börnin þau vita hvernig á að lofa Guð. Amen. Hann Bersteinn ætlar að syngja fyrir okkur eitt lag sem að hann var að gera og gera það núna. Textan: Kom til mín Jesú. Kom til mín Jesús og planta í mig anda þinn. Kom og blást með þínum kærleika í brjóst. Smyr höfuð mitt með þinni helgu olíu. Gjör mig styrkan svo þér syngja megi ljóð. Lát mig ekki líast
dáðir lauf mér drýja, svo allir fái heyrt og séð þinn undramátt. Við verum að byrja aftur. Textið er að koma á réttum tíma. Kom til mín Jesús og planta í mig anda þinn. Kom og blás mér þínum kærleika í brjóst. Smyr höfuð mitt með þinni helgu olíu. Gjör mig styrkan svo þér syngja megi ljóð. Lát mig ekki lýjast, svo dáðir megi drýja, svo allir fái heyrt og séð þinn undramátt. Ást þín hún aldrei dvín, eilífð skín, minn hugann fyllir fró. Klæð mig í brynju rétt, klæddist set á mig fúsleikans skó. Klæð mig í brynju rétt, klæddist set á mig fúsleikans skó. Við ætlum að halda áfram í Jóhannesarbréfinu. Ég fylgja hérna á græjunum. Man einhver til hvers Jóhannesarbréfið er skrifað? Það er að segja, af hverju er það skrifað? Það voru 4 punktar. Nú man ég ekki sjálfur eins, jú, ég man eitthvað. Þess að fögnuður okkar verði fullkominn, til þess að vara við falskennendum og til þess að við eigum fullvissu eilíft líf. Það var það síðasta. Nú vantar mig eitt inni, þannig að það er ekki von að þið munið ef ég man það ekki. Ok, til þess að fögnuður okkar verði fullkominn. Já, það var eiginlega það mikilvægasta sem ég glemdi, það var númer 2. Man það einhver núna? Við vorum að tala að það væri hægt að lifa án syndar, til þess að þið syngið ekki. Ok? Til þess að fögnuður okkar sé fullkominn, til þess að við syngum ekki, til að vara við falskennendum og til þess að við höfum fullvissu eilíft líf. En við fara með þetta einu sinni enn. Bréfið er skrifað til þess að fögnuður okkar verði fullkominn. Til þess að við syngum ekki. Ég hef heyrt þetta, ég er bara vesall syndari frelsaður af náð. Nei, til þess að við syngum ekki. Til þess að við séum sigurvegarar í trúnni sem heiðrum drottinn með hreinu lífi. Til að vara við falskennendum. Það nóg að þeim í dag. Það var nóg að þeim þá. Og til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Amen. Og það stundum, það gleymist þetta að Guð elskaði svo heiminn til þess að við vitum að við höfum eilíft líf. Sjáðu til að það eru svo margir sem tala kristindóminn í dag, hann á að vera kærleikur og ég vil bara heyra eitthvað fallegt frá ykkur. En Jesús
hann predikaði iðrun og fyrir hann snerist þetta að við fengjum eilíft líf. Og í Jóhannesar bréfinu að þá eiginlega grunnurinn lagður af þessari fullvissu. Aftur og aftur þá vitnar Jóhannes í orð Jesú Krists. Mér finnst það svo flott að Jóhannesar Guðspjallið og Jóhannesar bréfið, það svo margt líkt í þeim. Og við ætlum að byrja í dag í versi 13. Við enduðum á sögunum Kain og Abel síðast, en við byrjum núna í versi 13 og við ætlum bara að kafa í þessi vers. Þetta fyrra Jóhannesarbréf, eða fyrsta, segjum við, og þetta 3. kafli og við byrjum í 13. versi. Og við ætlum að skoða bara hvað orðið segir. Og það segir, undrist ekki bræður, þótt heimurinn hati yður. Bara þetta vers, undrist ekki bræður, þótt heimurinn hati yður. Spurningin ættum við að undrast ef að heimurinn elskar okkur? Við sjáum það allt gert núna af sumum kirkjum til að þóknast heiminum, en leið og við þóknumst heiminum, þá getum við ekki elskað Guð. Það var það sem var sagt við okkur í öðrum kaflanum. Ef einhver elskar heiminn, þá ekki kærleiki til föðurins í hjarta hans. Þannig að þetta bréf, það svona staðsetur okkur og skilgreinir okkur. Hann segir, undrist ekki, þó að heimurinn hati yður. Og spurningin ættum við ekki líka bara undrast þá ef að heimurinn elskar okkur? Jesús Kristur, hann segir í Jóhannesar Guðspjalli, við skulum bara taka hérna nokkra ritningarstaði bara til að staðfesta þetta vers. Og Jóhannes 15, var gott að læra að þekkja ritninguna. Jóhannes 15, vers 18, 19. Ef heimurinn hatar yður, þetta Jesús sem að tala, þá vitið hann hefur hatað mig fyrr en yður. Já, væru þér á heiminum, myndi heimurinn elska sitt eigin. Þannig það spurning. Heimurinn hatar yður af því að þér eruð ekki að heiminum, heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. 17. kafli, 14. vers. 17. kafli, 14. vers. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hataði þá, því að þeir eru ekki að heiminum, eins og ég ekki að heiminum. Þegar einhver tekur við orði Guðs, að þá eins og heimurinn hati það. Ég man þegar konan mín tók við orði Guðs, þá sögðu vinnufélagarnir, við viljum fá gömlu Dísu aftur. Þeir voru ekki hrifnir af þessari nýju Dísu. Hún var öðru vísi. Það hafði eitthvað gerst. Orð Guðs hafði komið inn í hjarta hennar og umbreytt henni. Síðan það Lúkas 6:22. Mér langar bara að við sjáum það vers, af því að við höfum ekki að undrast þó að heimurinn hati okkur. Ef við ætlum að fylgja Jesú Kristi, þá getum við ekki komist bara hjá því að heimurinn á einhverjum tímapunkti hati okkur. 6:22. Lúkas 6:22. Sælir eru þér, þá menn hata yður. Vá. Þetta ekki svona inn í dag fyrir kristna heiminn í dag að vera, það svo mikið blessuna því að heimurinn hatar mig. Nei, þetta Jesús Kristur sem að tala fyrir geðu. Þetta ekki okkar endilega það sem við erum að biðja og við erum ekki að biðja að heimurinn hata okkur. Við erum hann segir samt, sælir eru þér, menn hatiður, þeir útskúaður, smána og ber út óhróður yfir vegna mannssonarins. Fagnið á þeim degi, leikið af gleði, því að launir eru mikil á himni og sama veg fóru feður þeirra með spámennina. Þannig að
hérna eru svona hugsanir sem að við hugsum ekki oft að við getum tekið þessa gleði þegar við erum hætt, þegar við erum smánuð, einhver kemur á, nei, ég skal sko láta hann heyra hvað ritningin segir og ég skal sko ná mér niður á honum og láta hann skamma sín. Þetta er svona hugsun sem kemur allavega stundum upp hjá mér, ég veit ekki með þig, en Jesús, hann þagði, hann illmælti ekki aftur þegar honum var illmælt og þó að hann væri hataður að þá elskaði hann og hann meira segja kallaði Júdas vin á síðustu stundu. Þannig að undrist ekki þó að heimurinn hatiður, undrist ekki þótt heimurinn hati yður. En það er önnur hugsun sem ég langar að benda á í Postulasögunni 5:13 að þegar vakningin byrjaði, þá voru þeir ekki endilega hataðir, jú, þeir voru hataðir af fræðimönnum og fariseum, en fólk flykktist allstaðar af hverju? Jú, þeir höfðu eitthvað sem að fræðimennir höfðu ekki, þeir höfðu eitthvað sem heimurinn hafði ekki, þeir höfðu dýrð Guðs í sínu lífi og þeir höfðu lækningu. En í Postulasögunni 5:13 þá segir fólki virti þá mikils, en, sjáu þið, enginn þorði að umgangast þá. Enginn þorði að aðlaga sig að þeim eða umgangast þá. Þannig að það var þó svo að krafturinn gengi út, fólk fengi lækningu, fólk flyktist að, þá voru þeir svona eins og Pétur, já. Ef einhver spyrir, ert þú þarna í Hvítasunnu kirkjunni í Keflavík? Nei. Ég hef komið þarna inn, en nei, ég er ekki þar. Þannig að, en samt báru þeir virðingu fyrir þeim af því að hinir sjúku voru læknaðir og illir andar fóru út af mörgum, segir í þessu versi. Þannig að við sjáum að það sem Jóhannes er að segja, undrist ekki þó að heimurinn hati yður. Svo segir, vers 14, við vitum að við erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins af því að við elskum bræður vora, sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Og að elska fólk er einkenni á kærleikur er og á að vera einkenni á Guðs börnum. Kærleikur á að vera einkenni á Guðs börnum. Og að elska Guðs fólk er einkenni þess að vera endurfæddur. Að elska Guðs fólk er einkenni þess að vera endurfæddur. Og það er þetta með kærleikan að mér langar bara að lesa 1. Korintubréf 12. kafla og vers 12 og 13 af því að kærleikurinn er eitthvað það misskildasta sem, já, ég sé það bara á síðunum, samfélagssíðunum að það var maður sem að það var verið að tala myrkrið í heiminum og það var verið að tala eitthvað það sem ekki Guði þóknarlegt, þá reis hann upp og sagði, hvað eru pistlarnir kærleika og allt það sem gott og þannig að kærleikurinn, hann svo misskilinn. Sjáðu, það kærleikur að vara einhvert við setjum merki þegar eru vegaviðgerðir og til þess að vara fólki við að það keyri ekki ofan í skurð. Það kærleikur, það ábyrgð. Og af hverju andlega talað, eigum við ekki líka að setja upp viðvörunarmerki við það sem hættulegt og það sem getur orðið okkur til dauða eða bana. En þá rísa menn upp og segja, heyrðu, þið ekki að vera að tala þetta, þið að tala eitthvað fallegt og gott, ekki vera að tala þessa andlegu skurði, ekki vera að tala það að þetta eyðileggi börnin okkar þó þau fari í kynskipti aðgerði eða eitthvað svoleiðis. Ég meina, það bara gott í dag. Sjáðu, það þetta sem fólk þolir ekki að heyra, að foreldrar og fólk vilji taka ábyrga afstöðu af því að elskar börnin sín svo mikið að það vil varveita þau. En hér segir kærleikurinn, ég ætla að lesa, býtum nú við,
Það er ekki vers 12 eða 13, það er 1. Korinthubréf, vers 4. 1. Korinthubréf, vers 4. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn, hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikan. Hann samgleðst sannleikan. Og hér sjáðu sá kærleikur sem að hatar sannleikan, það er ekki kærleikur frá Guði kominn. Það er hræsni. Og Páll talar þetta í Rómverjabréfinu að hann segir að elskan eigi að vera hræsnislaus. Við eigum ekki að vera með einhverja hræsni. Við eigum að elska með Guðs kærleika. Galatabréfið talar að við eigum að gera öllum gott, Galatabréfið 9 og 10, einkum trúbræðrum okkar. Einkum trúbræðrum okkar. Þannig að einkenni hins endurfædda manns er kærleikur til kirkjunnar. Fyrst til Guðs, kirkjunnar og síðan til fólksins þarna úti. Við eigum að elska það. Við eigum að elska. Sá sem ekki elskar, fyrra Jóhannesarbréf 4:16 segir Guð er kærleikur og það er eðli Guðs að elska. En eðli djöfulsins er að hata. Eðli djöfulsins er að hata. Og það er svo merkilegt að Jesús Kristur, þessi sem allir segja að hann talaði aldrei samkynhneigð, segir fólk, hann talaði aldrei trans eða neitt svoleiðis, en vitið þið hvað? Að hann talaði við fræðimenn þess tíma og vitið þið hvað hann kallaði þá? Við skulum lesa hérna úr Jóhannesar Guðspjalli, 8. kafla. Hérna er þessi Jesús sem aldrei talaði neitt neikvætt. Hann var alltaf með kærleiks boðskap og alltaf sem blessaði alla. Ég veit ekki hvort þetta blessaði þessa fræðimenn. Hann segir, þér eigið djöfulinn af föður og viljið gera það sem faðir í það girnist. Hann var manndrápari frá upphafi, aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því að hann er lygari og lyginnar faðir. Svo segir Jesús, en af því ég segi þér sannleikan, trúið þér mér ekki. Og mér finnst þetta vers, finnst mér vera svo mikið inn fyrir okkar heim í dag. Af því að ég segi þér sannleikan, þá trúið þér mér ekki. Þannig að eðli djöfulsins er að hata. Eðli Guðs er að elska. Þeir sem trúa því að það sé Guði þeirra þóknanlegt að taka sitt eigið líf og taka líf annara í leiðinni og með því vexa með þeir sem Guð. Hver er þeirra Guð? Biblían skilgreinir hann hér. Það er ekki Guð himinsins, það er ekki Guð kærleikans, það er Faðirinn sem er manndrápari frá upphafi. Því í honum finnst engin sannleikur, þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu. Og vitið þið í dag að þá er stríð sem djöfullinn hefur í raun og veru hafið og hann notar fólk til þess að í sínu stríði að hann er með lygina allstaðar. Og það er mjög erfitt fyrir fólk í dag ef það á ekki trúna á drottinn Jesúm að greina sannleikan. Vegna þess að lygin, hún flæðir eins og flóðbylgja yfir þennan heim. Og til dæmis Hamas-samtökin, að þeirra stríð var ekki bara 7. október, það var bara lítill hluti af stríðinu sem þeir byrjuðu þá. Núna eru þeir í lygahernaði til að fá allan heiminn til þess að hata Ísrael. Það var það sem þeir ætluðu að gera og það er það sem þeir eru að gera. En förum aftur í Jóhannesarbréfið, 3. kafla. Og sennilega myndi einhver af Facebook-vinum mínum segja, heyrðu, þú gast nú fundið eitthvað betra sem Jesús sagði heldur en þetta.
við viljum fá að heyra þetta falla, við viljum ekki fá að heyra það að það sé verið að ljúga okkur, við viljum ekki fá að heyra það að við séum að endurtaka lygina, við viljum fá að vera í friði með okkar lygi. Það er það sem að fólk í raun og veru segir án þess að vita það. Síðan segir við vitum að við erum komnir frá dauðanum til lífsins af því að við elskum bræður vora. Sá sem ekki elskar áfram í dauðanum. Þetta vers 15. Og ég las í Blue Letter biblíunni minni sögu mann sem hét Jake. Og hann bjó í litlu bæjarfélagi og ef hann kom í kirkju, þá kom hann bara til þess að reyna að berja öldungana, segir sagan, sem þýðir það að hann hefði lamið mig og Snorra. Og kannski hefðu þið sloppið, ég veit það ekki. En hann var mjög illkvitinn náungi, segir sagan. En svo það eitt kvöldið að Jake, hann kemur í kirkju og þetta kvöld, þá kemur hann fram til fyrirbænar og hann gefur Jesú Kristi hjarta sitt og hann fer heim. Kvöldið eftir, þá samkoma aftur í sömu kirkju og þá segir pastorinn, einhver sem vill gefa vitnisburð eitthvað sem Guð hefur gert fyrir hann. Og Jake, hann réttur upp hendina og segir, má ég segja nokkur orð? Hann segir, þegar ég kom hérna í gærkvöldi, þá hataði ég ykkur. Og ég hataði ykkur öll saman, sagði hann. Og fólk kinkaði kollið, það vissi það alveg að hann hataði þau. En þegar ég fór út hérðan, að þá elskaði ég ykkur. Og í kvöld, þá elska ég ykkur. Vegna þess að það gerðist eitthvað innra með mér, þegar ég tók á móti Jesú Kristi sem mínum frelsara, þá steig ég yfir frá dauðanum til lífsins. Nú legg ég honum orð í munn. Ég að vitna í ritninguna núna. Það gerðist eitthvað, sagði Jake, sem umbreytti mér að ég elski ykkur núna. Og það sem hann að segja, við vitum að við erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins af því að við elskum bræður vora. Amen. Ég man líka þegar mamma var að þusa yfir mér. Ég hataði ekki mömmu, en ég hataði boðskapinn. Mér langaði ekki að heyra hann. Það fór í taugarnar á mér. Og ég sagði bara, þegar mamma sagði við mig, Kristinn, þú verður bara að gefa Jesú lífið. Og hættu þessu röfli, mamma, sagði ég. Og mér langaði ekki að heyra það. En svo kom sá dagur að það gerðist eitthvað og það var eitthvað sem knúði á mig og vitið hvað það var? Það voru bænir foreldra minna og bænir þeirra sem elskuðu mig. Það byrjaði að virka og heilagur andi byrjaði að draga mig og einn daginn að þá varð ég að gefa líf mitt Guði. Ég steig yfir frá dauðanum til lífsins og nú elskaði ég það sem mamma var að tala sem hafði farið í taugarnar á mér áðan. Ég steig yfir frá dauðanum til lífsins alveg svo Jake. Halleluja. Við vitum að við erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins að því að við elskum bræður vora. Sá sem ekki elskar, hann áfram í dauðanum. Þannig að Biblían mjög, ok, ef þú ert hér og segir ég hata einhvern bróður minn, þá ertu bara áfram í dauðanum, segir ritningin. En það að elska, það ekki endilega tilfinning. Og við komum áfram. Það segir hver sem hata bróður sinn, hann manndrápari, vers 15. Af því, og þér vitið engin manndrápari hefur eilíft líf í sér, ég búin að tala það, að eðli djöfulsins að hata og hann morðingi og ef við trúum á Jesú, þá hötum við ekki bræður okkar, við elskum þá. Af því þekkjum við kærleikann að Jesús lét lífið fyrir oss, svo eigum við að láta lífið fyrir bræðurna. Þannig að kærleikurinn í 1. Þessalónikubréfi, þá sagt að kærleikurinn sé erfiði. Þú erfiðar í kærleikanum. Jóhannes 15:13 segir okkur að meiri kærleik á engin heldur en sá að leggja líf sitt niður fyrir bræður sína. Á hann þá að deyja píslavætti stauða fyrir bræður sínar? Nei, hann á að í raun og veru að leggja líf sitt niður á þann hátt að hann
elskar. Hann elskar og hann erfiðar fyrir bræður sína. Vers 17 og 18 segir, ef sá sem hefur ég ætla að lesa vers 16, af því þekkjum við kærleikann að Jesús lét lífið fyrir oss, svo eigum við að láta lífið fyrir bræðurnar. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinn vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Og það er þetta með kærleikan sem að fólk heldur, ef ég er ekki með þessa love feeling, ef ég er ekki með hennan kærleiksfiðring innra með mér, þá elska ég ekki. Jú, þú elskar víst, vegna þess að þú erfiðar í kærleikanum hvort sem þér líkar betur eða verr. Og ég man að foreldrar mínir, ég lærði kærleikan heima hjá þeim að heimilið þeirra var endalaust opið fyrir alls konar fólk. Stundum kom pabbi heim með einhvern mann af samkomu og sem hafði komið fullur á samkomu eins og deg og hann fekk rúm til að sofa í og hann fekk mat daginn eftir og svo var reynt að greiða úr hans málum og þau voru endalaust að vinna á þennan hátt. Og ég man að ég fekk þetta próf hérna fyrir einhverjum árum, hvort ég elskaði eða elskaði ekki. Það kom hérna maður og hérna, það var einhverjum dömpað honum af hérna. Hann var frá Serbíu og hérna, hann var með vassfót, hann var með fóturinn á honum var held ég svona 5-faldur. Fór með hann á spítala og hérna, læknarnir höfðu aldrei séð annað eins og þeir vissi ekkert hvað er þetta að gera. Það var hjúkrunarkona sem að lokum hjálpaði honum, hún vissi hvað átt að gera. Nema það er kannski ekki málið, en þegar hann kemur hérna og hann segir, manst eftir mér? Ég mundi eftir honum, hann hafði verið hérna fyrir nokkrum árum sem flóttamaður. Nú var hann kominn aftur og hérna, hann hafði engan samastað og hann átti engan pening og þetta var hérna kallafundur og hann fara út og það flýttu sér allir í burtu. Og hérna ég satt eftir með náungan og sko, ég hugsaði með mér hérna, ég gerði eitthvað og ég gerði það sem að miskunnsamur samverjinn gerði. Ég kom honum fyrir á gistihúsi og ég sá þarfir hans næstu 3 mánuðina og hérna þar til hann var búinn að fá svona, búinn að fá svona 90% lækningu með fótinn og þá fór hann til Svíþjóðar. En ég hugsaði, ég held ég hafi sagt alveg það sama og Jesús, ef mögulegt er þá farið þessi bikar fram hjá mér. Og ég hugsaði þetta eftir á, ég hugsaði kannski ekki þá. En þegar ég las þetta og var að bera þetta saman við mína upplifun, að Jesús segir, ef mögulegt er þá farið þessi bikar fram hjá mér, þá hugsaði ég, ok, þó svo að ég hafi ekki vilja að gera þetta, þá gerði ég það samt. Mér langaði ekki að gera þetta, ég gerði það samt. Mér fannst leiðilegt að gera þetta, ég gerði það samt. og hérna, ok, það var ekki alltaf. Ég átti svona, ok, samfélag við náungan og reynda að hjálpa honum og og auðvitað, ég meina, en þegar ég las orð Jesú, ef mögulegt er þá farið þessi bikar fram hjá mér, ef einhver allar að efast það að Jesús hafi elskað, þá er það ekki rétt. Jesús elskaði okkur. En hann bað þessa bæn. Þannig að ef að þú ert í þessum kringumstæðum og þú segir við sjálfum að því, ég vildi helst losna við þetta, en þú gerir það samt, þá er það kærleikur. Kærleikurinn er ekki bara einhver svona funny feeling. Kærleikurinn er að erfiða fyrir aðra. Að leggja á sig, erfiða fyrir aðra. Og það var einn bróðir minn, hann kom og hann hérna múraði fyrir mig húsið og hann gerði hluti sem að hérna hefði kostað heilmikið að gera og ég sagði, og hvað ég borgaðir? Ekkert. Við erum bara bræður í trúnni og ég geri þetta bara af því að ég elska þig. Ég man ekki hvort hann orðaði þannig. En
það er kærleikur að erfiða fyrir aðra. Og það er engar tilfinningar þar á bakvið. En þess vegna er það svo, kærleikurinn er svo misskilinn. Munið eftir sögunum, það var einhver sem sagði, það er í Mattheusar guðspjalli, að faðirinn sagði við 2 syni, viljið fara og gera þetta, og annar sagði, já, og hann gerði það ekki. Hinn sagði, nei ekki, en fór samt og gerði það. Hver var það sem gerði vilja föðurins? Það var sá sem gerði það, þó hann nefndi því ekki og þó hann segði nei fyrst. Þannig að kærleikurinn er að bregðast við. Amen. Ok, síðan kemur hérna þetta var vers 17 og 18. Vers 19, af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friða hjörtu vor frammi fyrir honum, hvað sem hjarta vort kann að dæma oss fyrir, því að Guð er meira en hjarta vort og þekkir alla hluti. Guð er meira en hjarta vort og þekkir alla hluti, því er elskaðir ef hjarta dæmir oss ekki, þá höfum við djörfung til Guðs, og hvað sem við fáum hjá honum, þá höfum við djörfung til Guðs, og hvað sem við byggjum fáum við hjá honum af því við höldum boðorð hans. Ég horfði svolítið mikið á þetta vers hérna, að því munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friðað hjörtu vor frammi fyrir honum. Og ég skrifaði hérna, hjart okkar hefur ekki frið ef við breytum ekki eftir orðinu. Sjá, ef þú ert endurfæddur og vísvitandi breytir ekki eftir orðinu, þá hefur ekki frið og þú átt ekki að hafa frið. Sjáðu, þú hefur ekki frið nema þú breytir eftir orðinu hans. Ef að þú játa hann sem drottinn, þá viltu gera vilja hans. Og það var það sem þegar ég frelsaðist, þá vildi ég gera vilja Guðs. En svo lesum við versið, af því munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friða hjörtu vor frammi fyrir honum, hvað sem svo kemur vers 20, hvað sem hjarta vort kann að dæma oss fyrir, því að Guð er meira en hjarta vort og þekkir alla hluti. Hvað sem hjarta vort kann að dæma oss fyrir, því að Guð er meira en hjarta vort og þekkir alla hluti. Þannig að, ok, ég veit með sjálfa mig, ef ég ger ekki það sem ég upplifi á orðið og heilagur andi segi mér, þá er ég ekki sáttur við sjálfa mig. Þá dæmir hjarta mig. En hér segir samt að Guð sé meira en hjarta vort, að stundum, og hér ætla ég að vitna í Spurgeon, sem var predikar í Englandi fyrir á síðustu eða þar síðustu öld, hann segir, stundum er hjartað ásakar, sendir það röng boð. Þannig þá komum við undir fordæmingu. Stundum ásakar hjartað okkur og það er ekki rétt. En hann segir, stundum er hjartað ásakar, sendir það röng boð. Og þá getum við áfrýjað til æðra dómstóls, þar er Guð, því að Guð er meira en hjartað vort. Þetta fannst mér frábært hjá honum Spurgeon. Ég var að horfa á þetta vers og ég var að, hvað þýðir þetta? En Spurgeon kom með svari fyrir mig. Hann segir, stundum er hjartað ásakar, sendir það villuboð eða röngboð. En þá getum við áfrýjað til æðra dómstóls. Við getum áfrýjað til æðra dómstóls sem er Guð, af því að hann er meiri en hjarta vort. Og þá getum við fengið orðið, nú er því engin fyrirdæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Þú ert réttlættur fyrir blóð sona míns, þetta er allt í lagi með þig, ég sé að hjartað þitt er undir fyrirdæmingu, þú ert réttlættur. Það er Guð sem er æðsti dómari hér. Og síðan kemur þetta, hvað sem við byggjum fáum við hjá honum, af því að við höldum boðar hans og gjörum það sem honum er þóknanlegt. Og þá kemur hérna aftur, Jóhannes, hann er að því að við höldum boðar hans og hann vitnar svo oft í Jesú, sá sem elskar mig heldur boðor mín. Og lykillinn af bænasvari er samfélag, að þekkja hann. Sjáðu til,
stundum biður maður einhvern að fara og tala við einhvern fyrir sig því að maður veit að hann þekkir hann. Það óþægilegt fyrir mig kannski að fara hérna og tala við hann Guðjón, ég þarf að fá eitthvað lána hjá hann, þá fer ég til Snorra og segi Snorri, þú þekkir Guðjón, þú skildur honum, farðu nú og bidda hann þetta sem við vantar. Þannig að við vitum hvað þetta, þannig að ef það Guð, þá líka gott ef að við upplifum okkur á þeim stað að vera fjarlæg Guði, farðu þá að tala við bróður þinn sem að þú heldur að þekkja hann betur og biddu hann að biðja með þér. En komdu samt á þennan stað að þú þekkir Guð sjálfur. Samfélag lykillinn að bæna svari. Svo kemur þetta að við sem sagt fáum hvað sem við byggjum fáum við hjá honum af því við höldum boðorð hans, gjörum það sem honum þóknanlegt. Og þá kemur þetta test, 2 punktur, honum þóknanlegt, okkur þóknanlegt. Ég skrifaði þetta hérna þegar ég var að skoða þetta. Er þetta mér þóknanlegt eða þetta Guði þóknanlegt? Hvað vil ég, hvað vill Guð? Og ég tilbúin að gera það sem Guð vill að ég geri? Þetta bara góð hugsun hérna. Síðan kemur vers 23. Þetta hans boðorð að við skulum trúa á nafn sonar hans Jesú Krist, elska hvern annan samkvæmt því sem hann hefur gefið oss boðorð Og þetta hljómar svo einfalt að trúa á nafnið, já, ég trúa á nafn Jesú, ég segi bara Jesús, en að trúa á nafnið, það í rauninni að treysta á nafnið. Í Filippibréfinu 2:9-10 að þá segir að Guð hafi gefið honum nafn sem aðra sérhverju nafni sem nefnt á jörðu og hvernig segir það? Hverju nafni aðra, við förum í hana, til þess að fyrir nafni Jesú skuli hver kné beygja sig, jörðu, undir jörðu, áfram. Og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur drottinn. Okay? Og þetta að trúa á nafnið, það saga í fyrri Samúelsbók sem útskýrir þetta, allavega fyrir mig, hvað það að trúa á nafnið, hvað það að trúa á Guð. Ef við förum í 17. kaflan, þá ætla ég að lesa hérna reyndar vers, þetta sagan Davíð og Golíat. Og í 10. versið, þið munið eftir að Golíat gekk fram, hann var hólgöngumaður og hann segir hérna í 17:10, ég hef smánað fylkingar Ísraels í dag, fáið til mann að við megum berjast. Og þegar Sál og allur Ísrael heyrðu þetta, þessi ummæli Filistan, þá skeldust þeir og urðu mjög hræddir. Förum nú í vers 26. Þá sagði Davíð við þá, nú kemur það sem gerist þetta í milli að Davíð kemur og heimsækja bræður sína, hann var ekki einu sinni hermaður. Og þarna kemur Filistinn aftur þegar Davíð kominn og þá segir Davíð. Hann segir hérna fyrst, við þá sem næstur honum stóðu, hverju verður þeim manni umbuna sem felli Filista þennan og rekur svívirðinga af Ísrael? Því að hver þessi ómskortni Filisti dirfista smána herfylkingar lifanda Guðs? Sjáu þið munin hérna, þarna var Ísrael, þarna var konungur Ísraels, þeir voru hræddir, þeir hörfuðu tilbaka, svo kemur lítill smaladrengur og hann segir, hvaða aumingi þetta sem dirfist að smána herfylkingar lifanda Guðs? Já, hann hefði getað orðað það þannig. Hann sá Golíat bara sem aumingja og ræfil, en hann sá Guð sem hinn mikla og ógulega. Hann trúði á nafnið. Hann fékk bænasvar, ekki hinir. Og hérna segir að við fáum bænasvör af því að við gjörum það sem honum þóknanlegt. Og hvernig hljómaði versið? Þetta hans boðorð að við skulum trúa á nafn hans, Jesú Krist, og elska hver annan samkvæmt því sem hann hefur gefið oss boð. Það sem og við lesum í postulasögunni
að trúin á nafnið gerði þennan mann heilan sem var lami frá móðurlífi. Það var trúin á nafnið sem gerði hann heilan. Við lesum í 2. Mósebók 23. kafla 20. vers til 22 að þar eru Ísraelsmenn á ferð og nú erum við alveg að koma að lokum þessa lesturs en ég ætla að pumpa þessu inn í hjört ykkar. Þar lesum við að í 23. kafla, 2. Mósebók, 23. kafli, vers 20, sjá ég sendi engil á undan þér til að varveita þig á ferðin og leiða þig til þess staðar sem ég hef fyrirbúið. Haf gáta þér fyrir honum, hlýð hans röddu, móðgar þú hann ekki, því að hann mun ekki fyrirgefa misgjörðir yðar, því að mitt nafn er í honum. Mitt nafn er í honum. Mitt nafn er í honum. Og sjáðu til, þegar ég var að lesa þetta og íhuga allar þessar ritningar, að ef að Kristur er í yður, hvaða nafn er þá í þér? Og ætti ekki djöfullinn að vera hræddur við þig? Og ætti ekki fólk að vera hrætt við að móðga þig? Ef að nafn hans, þetta nafn sem er ofar öllu öðru, aðra sérhverju nafni, býr hið innra með þér. Það er að trúa á nafnið. Þá ertu búin að taka nafnið, umfama nafnið. Þú ert með nafn hans innra með þér. Þú treystir honum af öllu hjarta. Og hvað sem menn segja, þá trúiru honum. Hver sem vitnisburður manna er, þá trúi ég honum. Spurningin fyrir okkur, erum við þar? Það getur hver svarað fyrir sig. En við viljum vera þar. Og ef við erum ekki þar, þá stefnum við þangað. Páll hann sagði, ég gleymi því sem að baki er, en ég kepp eftir því sem framundan er. Og Páll hann jafnvel viðurkenndi það að hann væri ekki búinn að ná því sem hann vildi ná, þið lesið það í Filippíbrefinu, en hann sagði, ég gleymi því sem að baki er og ég keppi eftir því sem framundan er, ef ég skildi geta höndlað það. Þannig að nafnið, að trúa á nafnið, er svo miklu meira að segja heldur, já, ég trú á Jesú, hann er drottinn í mínu lífi. Það er svo miklu meira. Það er eitthvað sem gerist innra með þér. Það er eitthvað sem hjartað þitt hafa búið að umskera það og það er eitthvað sem er búið að vinna í þér og þú hefur stigið yfir fyrst frá dauðanum til lífsins og þú veist að Guð, hann er meir en allir aðrir. Þú veist bara að Guð er meir en allir aðrir. Og það var þetta sem Jesús átti við þegar hann sagði í Mattheusar Guðspjalli, trúið á Guð. Og hvað segir hann svo? Hver sem segir við fjall þetta? Að því ef þú trúir á Guð, þá getur þú talað við fjallið. Og fjallið það bara lyftir sér upp og steypir sér í hafið. Það er að trúa á Guð. Við hljótum að vilja stefna þangað. Ég meina, Jesús gekk með lærisveinum sínum í 3 ár til þess að koma með þá á þennan stað. Og Jesús hann er hinn sami í gær og í dag og hann vill færa okkur á þennan stað. Hann vill ekki hafa okkur á þeim stað sem Sál og Ísrael var á. Þeir hörfuðu undan veldisbrota Guðleysisins og þeir bara fylgdu með strömmnum. Nei, Guð vill hafa okkur eins og Davíð að við rísum upp og við segjum, hver er þessi óumskorni filisti sem dirfist að smána minn Guð? Þetta er hans boðorð að við skulum trúa á nafn sonar hans Jesú Krists, elska hver annan, samkvæmt því sem hann hefur gefið oss boðorð sá sem hefur boðorð Guðs er stöðugur í Guði, Guð í honum, að hann er stöðugur í oss, þekkjum vera andanum sem hann hefur gefið oss. Aftur vitnar Jóhannes í Jesú. Jesú sagði, ef þér eruð mér og ormin er yður, þá byggjum hvað sem þið viljið og það munið þið veitast. Og síðan talar hann að við þekkjum að við erum stöðug í honum af andanum sem hann hefur gefið oss. Og það er Rómverjabréfið, síðustu ritningarnar í dag, Rómverjabréfið 8:9, 8:16. Rómverjabréfið 8:9. En þér eruð ekki holdsins menn, heldur andans menn, þar sem andi Guðs býr í yður,
En hafi einhver ekki anda Krist, þá sá ekki hans. Þórið að hugsa þetta. Hafi einhver ekki anda Krist, þá sá ekki hans. 16. Sjálfur andinn vitnar með vorum anda að við erum Guðs börn. Sjálfur andinn vitnar. Þegar apostolarnir sendu til lærisveinana í man ekki hvar, að þá sögður við og heilagur andi. Við erum búin að ræða málið, við og heilagur andi, og við komumst að þessari niðurstöðu. Ef þú ert kristinn, ef þú ert endurfæddur, að þá átt að geta rætt málið við heilagan anda og fengi þá niðurstöðu sem Guði þóknanleg. Halleluja. Amen. Svo mörg voru þau orð í dag, en þetta bréfið sem staðsetur okkur, þetta bréfið sem að gefur okkur fullvissuna, þetta bréfið sem sýnir okkur falskennendur og þetta bréfið sem segir okkur að við eigum eilíft líf, og mest af öllu þetta bréfið sem segir mér að pabbi minn sterkar en pabbi þinn. Halleluja. Sumir segja það þannig. Pabbi minn, hann sterkar en pabbi þinn, en hann pabbi okkar allra. Amen. Hann meiri en allir aðrir, og það skrifað til þess að fögnuður okkar verði fullkominn. Amen. Takk Jesús. Faðir, bara þökkum fyrir Jóhannesarbrefið. Takka þér fyrir að þú ert meiri en allir aðrir, og Drottin, ég bið þig um að opinberun orðsins þíns, hún megi flæða yfir Ísland. Það bæn mín, Drottin minn og Guð minn, að þeir sem eru byrjaðir að lesa Biblíuna, þeir megi skilja hana, ungu drengirni, Drottin, sem við heyrðum fyrir nokkrum mánuðum, að þeir megi halda áfram að lesa, og hver sem þú ert, að þú haldir áfram að lesa Guðs orð, vegna þess að Guð, hann í orðinu, og andi Guðs býr í orðinu, og Guð, hann vill að orð hans fái að búa hjá okkur.